are worthy. precious Lord, you are everything to me. Oh, I'm so glad, yeah,
Yes, I'm glad you're here with me. My heart rejoices in you, precious Lord. You are everything to me. Lord, I lift my voice in praise. I give my heart to grace. Lord, come join with me and sing this song in me. I'm so glad you're here with me. My heart rejoices in you, precious Lord. You are everything to me. I'm so glad you're here with me, my Lord. My heart rejoices in you, oh precious Lord. You are everything to me. Oh precious Lord, you are everything to me. Oh precious Lord, you are everything to me. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, my Lord. We give you praise, we give you praise. Oh, my Lord, my God. Almighty, heavenly, mighty, mighty God, mighty God. Oh, precious Lord, you are everything to me. You are everything to me, Lord. Hallelujah. Everybody linese coriando shikirini deliri ribudilinese. Oh, hallelujah. Lovum han. Lovum han. Ef þú ert leið í bæn, þá máttu leið í bæn. En lofum hann 1-2 mínútur. Lofum hann. Orabaria sandu. Oria sandu, kiria sandu. Ishandele kelenidi. Oriande se coriande. Kiria sandu, kiria sandu. Kiria sandu. Hallelujah. Hallelujah. Obroshundleri. Obroshundleri biliri.
Amen. Takk Jesus. Amen. Já, komið í sæl. Var einhver að kveðja? Einhver sem vil fara núna? Vertu blessaður, vertu sæl. Halleluja. Guð góður. Við ætlum að fara aðeins í orð Guðs. Og mér langar að segja ykkur frá því að við eigum góðan vin sem heitir Keith Wheeler sem núna í Úkraínu með krossin. Hann hefur gengið í held ég 35 ár með krossin allan heim og oft gengið í gegnum styrjaldir. Ég setti mynd af honum inn á Facebook núna eða deildi frá honum þar sem hann að fara í gegnum landamærin, þar sem hann stoppaði í 4-5 klukkustundir og allir vildu fá að snerta krossin í Úkraínu. Og hann sagði það greinlegt að fólk finnur skjól inn við kross Jesú Krists. Og það einmitt málið að Guð hann talar frið til dýrkenda sinna. Amen. Við vorum að tala, þegar ég talaði síðast þá talaði ég út frá Hebreabréfinu 12:2 og við erum ennþá þar. Beinum sjónum vorum til Jesú höfundar og fullkomnara trúarinnar. Og síðast þá ég að tala það að bara nauðsyn þess að horfa á hann og þegar Pétur horfði á hann þá gat hann gengið á vatninu og það er svo nauðsynlegt að horfa fram á við en ekki tilbaka. Hvað sem við erum að fást við. Og mér langar að koma aðeins inn á þetta í dag aftur. Beinum sjónum vorum til Jesú höfundar og fullkomnara trúarinnar, Hebreabréfið 12:2 og það önnur ritning, það eru 4 ritningar hérna sem ég ætla að lesa. Beinum sjónum voru til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar og í Jóhannes Guðspjalli 13:15 segir, skulum lesa það 13:15, Jóhannes 13 og 15. vers. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Þannig að hann hefur gefið okkur fyrirmynd til að breyta eftir. Ef við, sumir vilja fá módel til að teikna og það einhver sem situr fyrir. Jesús gaf okkur þetta módel fyrir allt okkar líf með sínu lífi. Þannig að við getum breytt eins og hann breytti eða það okkar markmið í lífinu. Í Hebreabréfinu við sögðum að Jesús væri höfundur og fullkomnari trúarinnar og það verður mikið ritningastöðum í dag. Við þurfum að fara inn í orðið vegna þess að orðið Guð. Ritningin segir að orðið sé Guð. Hebreabréfið 10:38. Hebreabréfið 10:38. Minn réttláti mun lífa fyrir trúna. Minn réttláti mun lífa fyrir trúna. Minn réttláti mun lífa. Jesús höfundur trúarinnar og fullkomnari. Svo segir að við að horfa á hann. Og svo segir að minn réttláti mun lifa fyrir trúna. Þá greinlegt að Jesús hefur líka lifað fyrir trúna ef að við eigum að breyta eftir honum. Eitt vers í viðbót, Filippíbréfið 2:16. Filippíbréfið 2:16 og
15. versi, við skulum hafa það með til þess að þar segir 14, gjörið allt án þess að mögla og hika, og það gott ráð að gjöra allt án þess að mögla og hika, til þess að þér verið óaðfinnanlegir, hreinir, flekklaus Guðsbörn, meðal rangsnúinnar, gjörspiltrar kynslóðar, þér skínið hjá þeim eins og ljós í heiminum. Og það vantar þetta ljós í gegnum kirkjuna í dag. Það má verða miklu skærara. Kirkjan þarf að skína miklu skærara inn í þennan heim í dag. Svo segir, haldið fast við orð lífsins mér til hróss. Haldið fast við orð lífsins. Haldið fast við orð lífsins. Sjáðu til, það eru til orð sem gefa líf, það eru til orð sem skapa líf. Það eru líka til orð sem særa og meiða, en okkur sagt að halda fast við orð lífsins. Og þannig lifum við í trú og þannig horfum við á hann og þannig breytum við eins og hann breytti. Og þessir tímar sem við lifum á núna, að hann talaði svo fallega stórar byssur og litlar byssur, Ron Bóta á síðasta sunnudag talaði ófrið, og hann talaði ófrið í hinu ytra, og síðan talaði hann ófrið í hinu innra. Og hann sagði að verstu styrjaldarinnar sem við værum að fást við væru innra með manninum, vegna þess að stríðið byrjar þar. Það byrjar alltaf í manns hjartanum. Og núna á þessum tímum að þá svo nauðsynlegt, ef við ætlum að fylgja Jesú Kristi, að gera þetta, líf í trú, breyta eftir honum og halda fast í orð lífsins. Og það eru margir sem að hafa í gegnum árin sagt við mig, sko, þú veist ekkert hvað ég að ganga í gegnum. Þú ekki hugmynd hvað ég að ganga í gegnum. Og svona fólk málar sig upp sem fórnarlamb og segir aumingja ég, aumingja ég. Og það enginn sem hefur gengið í gegnum það sem ég hef gengið í gegnum. En ritningin segir okkur að þó svo að ég hafi ekki gengið í gegnum það sem þú hefur gengið í gegnum, að þá hefur Jesús Kristur gengið í gegnum það allt saman og meira til. Hann hefur gengið í gegnum allar mannlegar þjáningar, hann hefur upplifað allar mannlegar syndir vegna þess að hann tók þær allar á sig, hann syngaði aldrei sjálfur, en hann hefur upplifað þetta allt saman. Og ástæðan fyrir að við viljum horfa á hann til þess að við þreytumst ekki, segir ritningin. Og það eru margir sem að þreytast í dag. Það eru margir sem að ganga af trúnni í dag, og ritningin að segja okkur að við höfum fyrirmynd, ef við horfum á hana, að þá höldum við áfram. Ef við hættum að horfa á hana, að þá getum við mist af. Og mér langar aðeins að nefna hérna nokkra ritningar Jesúm Krist, vegna þess að hans líf, það svo merkilegt, jafnvel 900 árum fyrir hans tíma, að þá talað hann í Jesaja 53, og okkur sagt að hann var einskis metinn, hann var fyrirlitinn. Og ef einhver upplifir það að vera fyrirlitinn í dag, þá máttu vita það að Jesús Kristur búinn að upplifa það. Hann búinn að upplifa það. Hann var smánaður og hann var fyrirlitinn, og menn mátu hann einskis. Og hugsaðu þér, jafnvel bræður hans, fjölskylda hans, ég man ekki, þeir hétu Jóse, Jakob, Símon og einn í viðbót, Júdas, héti Júdas, þeir eru 4 bræður Jesú. Svo átti hann fleiri en eina systur. Bræður hans, jafnvel þeir voru að gera grín að honum í þjónustu hans. Sögðu við hann, ef þú vilt vera þekktur, þá ferðu upp á hátíðina, sögðu, þið lesið þetta í Jóhannesar guðspjalli, að hugsið ykkur hvað hann þurfti að ganga í gegnum. En það var sjálfsagt það minnsta. Hann var hataður af
kirkjunarmönnum þess tíma. Við lesum það í Matteus 26, 27 að farisearnir, þeir ekki bara hættu hann, heldur hötuðu þeir hann. Ef við lesum hérna Matteus 26, Matteus 26 og 27. Nú ég sennilega Matteus 27, það voru hermenn, landshöfðingjans fóru nú með hann inn í höllina, söfnuðu hann allri hersveitinni, þeir afklæddu hann, færðu hann í skallasrauða kápu, fléttuðu þyrnikórónu og sett á höfuð honum reirsprota í hægri hönd hans, síðan féllu þeir á kné fyrir honum, höfðu hann að háði og spotti og sögðu: heill þú konungur gyðinga. Þeir hræktu á hann, tóku reirsprotann, sló hann í höfuðið, og þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Þarna sjáum við að hann var hræddur af hermönnum. Og ég veit ekki hvort nokkur kristinn maður á Íslandi hefur verið hræddur og smánaður á þennan hátt. Ég veit að örugglega einhvers staðar úti í heimi hafa menn verið hræddir og smánaðir líkt, en síðan var hann hræddur af. Það segir hérna í 26, 67, þá það farisearnir að tala við hann og það var, við getum kallaða kirkjudeild þess tíma, lögmálsmennirnir, þeir hræktu í andlit honum. Og það voru þeir sem áttu að þekkja hann og taka við honum. Þeir hræktu í andlit honum, slógu hann með hnefunum. Og þetta voru fræðimennirnir og farisearnir, hugsið ykkur, hvílík heift. Hvílík mannvonska. Og sumir segja að trúarbrögðin séu rót alls ills, og vissulega getur þessi andi sem í þessum lögmáli vakið reiði, og ritningin segir að lögmálið vekur reiði, en trúin á Jesúm Krist, hún vekur upp kærleika. Þeir sló hann, þeir smánuðu hann og sögðu: spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og mér svo sorglegt að lesa þetta. Þetta voru mennirnir sem hefðu átt að þekkja hann, mennirnir sem átt að meðtaka hann sem spámann, og þeir hrækja á hann, þeir slá hann. Þannig að hann var smánaður, honum var hafnað. Og þegar hann þurfti mest á lærisveinum sínum að halda, að þá var hann einn. Við lesum það í Matteus 26 að hann var einn á ögur stundu, og hann bað, og ég veit ekki, sumir segja, ég upplifi mig alltaf einan, og ég sjálfur hef upplifið mig oft einan. Sjáðu, mér finnst þeirra hluti sem ég get ekki talað við neitt. Það enginn sem skilur mig. Og Jesús, hann skilur mig af því að hann hefur upplifað þetta áður. Hann var einn skilinn eftir, og mér svo gott að hugsa þetta og lesa þetta, að hann var einn á ögurstundu og hann gekk í gegnum þetta allt. Og hann kom ekki með þessa spurningu eins og svo margir koma með: hvar nú Guð í öllu þessu? Hvar Guð í mínum þrengingum? Nei, hann vissi hvar Guð var. Hann var maður trúarinnar, og hann spurði ekki eins og spurt í Rómverjabréfinu: hver ætla að fara upp í himinin að sækja Krist ofan fyrir okkur? Nei, hann vissi að orðið var nálagt, orð trúarinnar, það var í hjartans, það var í munni hans. Þannig að hann lifði fyrir trúna, hann þurfti ekki að spurja: hvar Guð? Nei. En það eru margir sem spurja í dag: hvar Guð? Hvar Guð? Hvar Guð? En Guð að spurja manninn í dag: hvar þú, Adam? Hvar þú, Adam? Guð spyr enn: hvar þú, Adam? Þannig að við þurfum, ef við göngum í trú, þá Guð
með okkur og orðið alltaf nálægt okkur. Þegar við göngum í trúnni, þá orðið alltaf í hjarta okkar og það nálægt okkur. Ef við finnum ekki orðið, þá höfum við mist sjónar af Jesú. Þá höfum við mist sjónar af trúnni. Og það þá sem við þurfum að fara og krjúpa og koma aftur til Jesú og segja, Jesús, ég vil horfa á þig, ég vil halda fast í orð lífsins, vegna þess að það það orð sem gefur mér líf í öllum þessum þrengingum og öllum þessum tilfinningum. Og það svo margir í dag að fara í gegnum tilfinningaflækjur. Það verður aldrei verið meira af tilfinningaflækjum í dag. Fólk segir, ég sá sem ég eða ég einhver annar? Og fólk veit ekki í raun og veru hver það hvaðan það kom eða hvert það að fara. Og þess vegna orð Guðs svo nauðsynlegt fyrir okkur. Og ég sagði að allar þessar tilfinningar, hann þekkir þær. Og það segir í Hebreabréfinu 2:18, hans var freistað á allan hátt, eins og vor. Og sumir segja, ég veit að ég verið að hlusta á menn sem segja að Jesús var Guð og hann gerði kraftaverkin sem Guð. Það ekki hægt að freista Guðs. Guðs verður ekki freistað. En Jesús afklæddist Guðs myndinni og hann kom til að gefa okkur dæmi til að fylgja. Hans var freistað á allan hátt. Hans var freistað á allan hátt. Hebreabréfið 2:18. En hann gaf aldrei inn. Hann sagði, hver getur sannað á mig synd? Hann gaf aldrei eftir. Ef við förum í Hebreabréfið 5. kafla og 7. vers, þá segir, á jarðvistadögum sínum bar hann fram með sárum kveinstöfum, táraföllum bænir og auðmjúk andvörp fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða, fékk bænheyslu, sakir, guðhræðslu sinnar. Ein þýðing segir, fékk bænheyslu, sakir, trúar sinnar. Guðhræðsla, Guðsótti og trú fara alltaf saman. Og þótt hans sonur væri, lærði hann hlýðni af því sem hann leið. Og þegar hann var orðinn fullkominn, gjörðist hann öllum þeim honum hlýða, höfundur eilífs hjálpræðis. Að Guði nefndir æðsti prestur að hætti Melkísedeks. Þannig við sjáum að hann gekk í gegnum allar þessar þrengingar. Hann gekk í gegnum þetta allt, en hann var alltaf bænheyrður. Þess vegna höfum við sett framan á kirkjun okkar, Jesús Kristur, hann svarið. Jesús Kristur svarið við sálrænum vandamálum mannsins, hann svarið við geðrænum vandamálum mannsins, hann svarið við afbrigðilegri kynhegðun, hann svarið við öllum okkar syndum, vegna þess að hann getur tekið mannin og hann getur sagt, komdu til mín á krossin og þú skalt deyja með mér og ég geri úr þér nýjan mann. Amen. Nýjan mann. Amen. Og það sagt að Jesús, við getum sagt að Jesús hafði ákveðið hugafar. Í Filippibréfinu 2:5 þá okkur sagt að vera með sama hugafari og Kristur var. Og þá sjáum við að Jesús hafði ákveðið hugafar. Hann hafði ákveðið hugarfar. Og það auðvelt að segja þetta, vera með sama hugafari og Kristur var, en það erfiðara að stjórna hugarfari sínu. Og það auðvelt að kannski að þegja, en það erfiðara að þagga niður í huganum. Hann byrjar að spinna, hann byrjar að hugsa, hann byrjar að segja, þetta svona og hvað gerir þú og hvað gerir þú og bla bla, bla bla, bla bla bla. Hugurinn, hann og það eitt sem að við þurfum að, ef við ætlum að hafa sama hugafar og Jesús Kristur, að þá þurfum við
að leyfa heilögum anda og biðja hann að hjálpa okkur að hugsa hans hugsanir. Hugsa bara hans hugsanir. Og Jesús hann lifði bara fyrir föðurinn. Og hann hafði ákveðið hugafar og það er svo merkilegt með hann að einu sinni að þá hann á ferð og hann orðinn vegmóður, hann þreyttur, hann þyrstur og þá kemur hann að brunni, hittir konu og hann fer að tala við hana og hann fer að þjóna inn í hennar líf. Svo koma lærisveinarnir tilbaka og þá hann uppörvaður, frískur, úthvíldur og hress af því og hann orðar þetta svona: minn matur að gera vilja föður míns. Minn matur að gera vilja föður mín sem sendi mig. Þannig ég spyr stundum sjálfa mig ef ég þreyttur og ef ég pirraður og sem sagt óuppfylltur, ég að gera vilja föðurins? Vantar mig eitthvað að fara að gera vilja föðurins? Vantar mig að fara að gera eitthvað til þess að uppörva sjálfa mig? Vegna þess að kærleiksverk mannsins eru unun hans, segir í orðskviðunum. Og Jesús hann sagði líka í Jóhannes 5:19: ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér nema það sem hann sér föðurinn gjöra. Og við lesum Jesú að hann reis árla morguns og síðan fór hann seint að sofa á kvöldin og hann var, í Lúkas sjáum við að hann var alla nóttina á bæn einu sinni og spurningin fyrir okkur þegar við segjum við skulum beina sjónum okkar til hans, hann sýnilegur fyrir okkur í dag? Jesús svaraði þessu sjálfur, hann sagði: innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar en þið munuð sjá mig. Þannig að hann sýnilegur fyrir þá sem elskan. Hann sýnilegur fyrir okkur. Við getum beint sjónum okkar til Jesú. Hann sýnilegur fyrir okkur. En ritningin segir að Guð í Postulasögunni 14:16 að hann hefur liðnar tíðir leyft að sérhver þjóð gangi sína vegu. Hann hefur líka liðnar tíðir leyft að sérhver einstaklingur gangi sína vegu. Og það þess vegna sem fólk lendir í vandamálum, það þess vegna sem fólk lendir í tilfinningakrísu af því að það hefur sjálfstæðan vilja og það hafnar ráðgjöf Jesú Krist, það hafnar ráðgjöf Guðs, það hafnar ráðgjöf heilags anda sem ráðgjafinn okkar og lendir svo í krísu og spyr síðan: hvar Guð? Á sama tíma og Guð að segja: hvar ert þú? Af hverju ert ekki þar sem ég setti þig og sagði þér að vera? Þannig að beina sjónum sínum til Jesú og koma inn í þetta orð og halda fast í það gefur okkur þennan grunn til að standa á þessum tíma. Og sjáðu, við þurfum að rannsaka ritningarnar. Við þurfum að fá þær inn, við þurfum að rannsaka ritningarnar og þekkja þær, vegna þess að ef við þekkjum ritningarnar og höfum andan, þá þekkjum við hann. Þá þekkjum við hann. Og daginn, þá var ég einmitt að hugsa þetta með trúna og þetta að við veljum okkar hugafar. Við veljum okkar hugafar. Þú segir: ég bara hugsa, ég bara hugsa, ég bara hugsa. Allar hugsanir sem þú valdir ekki að hugsa, þeim tróðið inn, þær koma utanfrá og einhver sagði að það eru illir andar sem setja inn hugsanir sem að þú vilt ekki hugsa. En við getum, það sagt, hugfesti þetta, allt sem satt, allt sem rétt, allt sem hreint, hvað sem elskuverk, hvað sem gott afspurnar, hugfesti það. Þetta Filippíbréfið og 4:12 minnir mig. Að við veljum hvað við að hugsa. Og ég var einhvern daginn, þá var ég svona eins og Jeremía að væla í Guði og segja: af hverju þetta og af hverju hitt og af hverju þetta. Og þá var eins og Guð talaði inn í huga minn og hjarta mitt og sagði: hef ég ekki sagt þér að þú átt að biðja í trú? Þú átt að biðja í trú. Án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Og ég fór að hugsa: já,
biðja í trú. Og þá þarf ég líka að læra að hugsa í trú. Það er ekkert vandamál að koma hérna á bænastund og fyrir framan alla og biðja í trú. Já, Drottinn, við biðjum í trú. En þegar ég er einn, er ég að hugsa í trú? Er ég að hugsa í trú? Hvað fer í gegnum huga minn? Næ ég að hugsa í trú? Næ ég að vera með sama hugafari og Jesús Kristur var með? Og já, ég hef verið að praktísera þetta að hugsa í trú og segja við Drottinn, heyrðu, nei, þetta er ekki trú. Og þegar ég sé einhverja fyrirstöðu að þá segir trúin að fjallið verður að lyfta sér upp og steypa sér í hafið. Ef að fyrirstaðan heldur áfram að vera, þá er ég ekki trú. Vegna þess að Biblían segir að trúin er sigurinn. Trúin er sigurinn sem hefur sigrað heiminn. Og ég man alltaf að ég hef sagt ykkur þá ofta að trúin spyr ekki spurninga. Þegar einhver spurði, ég meina, ef ég hætti að taka lyfin mín, er ég þá í trú? Og Guð gaf mér svarið. Nei, trúin spyr ekki spurninga. Trúin er sigurinn. Trúin hefur svarið. Trúin hefur svarið. Trúin þarf ekki að spyrja aðra. Jesús sagði, ef þú trúir, þá getur þú gert allt. Það er allt mögulegt þeim sem trúir. Þannig að eiga trúna í hugsanalífi okkar trúi ég að sé bara must. Að við þurfum að hugsa í trú. Og það eru tveir gæjar sem að voru á ferð og þeir lentu í svona raunum. Og við getum lesið þessa menn í Postulasögunni 16 að þeir eru að fara út með orð Drottins og það gengur svona ekki alveg eins og þeir hefðu hugsað sér. Ég meina, við höfum farið á Siglufjörð og verið með tjaldsamkomur og Dalvík og ég hef aldrei lent í því sem þeir lent í. Að þeir lent í því að það er einhver kona þarna með illan anda og þeir rek út af henni og það verður allt vitlaust af því að þá gat hún ekki spáð lengur. Og í 16. kaflanum þá 22. versi að þá lesum við að múrinn réðst gegn þeim og höfuðsmennirnir létu flettað á klæðum skipuð að húðstrykja þá. Þeir höfðu lostið á mörg högg vörpuðu þeir þeim í fangelsi buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun varpaði hann þeim í innsta fangelsið, fellti stokk á fætur þeim. Miðnætti, já, ég var að reyna að setja mig inn í þetta hugafar. Sko, ég veit ekki á hvaða aldri þeir voru, en nú er ég orðinn svona 70 og stundum þarf ég að vakna upp og fara og tappa af á nóttunni og ég meina, ef að þeir, ég hugsaði það komið stokkur, hvernig, ef þeir þurfa nú að gera þarfir sínar, hvernig fara þeir að því? Og ég var að reyna að setja mig inn í þeirra svona hugarheim og líka að þarna er trúboðsferðin þeirra, það er eiginlega búið að rústa hana, þeir eru komnir í fangelsi og þeir höfðu margt neikvætt að tala núna. Já, nú höfðu þeir höfðu getað talað þessa aumingja sem sendu þá og bræðurna hina og af hverju voru þeir ekki með okkur, af hverju komu þeir ekki og hjálpuðu okkur og þeir hefðu getað talað alla heima og geima og þeir hefðu getað vorkennt sjálfum sér, það er búið að setja stokk, ég kemst ekki á klóið og Sílas segir, hvað á ég að gera Páll? Og Páll segir bara við hann, heyrðu bara pissaðu þarna á gólfið, vinnur, og svo getur þú sest í það á eftir. En það er að koma bænastund núna og þú skalt hætta að hlusta eða pæla í þessu því að nú ætlum við að lofa Guð. Nú ætlum við að lofa höndum eða hvað, allavega stokkur á fótunum og miðnætti að þá báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. Og þegar ég var að lesa þetta og hugsa þetta allt saman að já, þarna eru menn sem hafa þjálfað huga sinn í að framganga í trú. Þeir spurðu ekki hvar er Guð í öllu þessu. Þeir sögðu ekki, nú er ég alveg búinn á því. Nú ég fer aldrei aftur í svona trúboðsferð. Nei, þeir sögðu,
Nú tími til að lofa Guð. Orð Guðs verður ekki fjötrað. Mér finnst það svo frábært þarna að þeir höfðu sama hugarfar og Jesús Kristur hafði. Þeir höfðu tamið sér það að orði væri nálægt þeim, Guð var innra með þeim og nú byrjuðu þeir að lofa þennan Guð. Og það þá sem að verður landskjálfti mikill svo grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust alla dyr og fjötrarnir féllu af öllum. Fangavörðurinn vaknaði og hann sá fangelsisdyrnar opna, dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þá kallaði Páll, hári raustu, gjörð úr sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkinn féll óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann það út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpinn? Hérna byrjaði vakningin. Nú byrjaði Guð að starfa. Þeir höfðu farið af stað og ekkert gerst, rekið út illan anda, allir á móti þeim og síðan eru þeir settir í fangelsi, þeir halda áfram að lofa Guð og svo byrjar fólk að frelsast í fangelsinu, það kemur landskjálfti og mér finnst það svo frábært að hafa þetta hugafar að trúarinnar að þeir voru í sigri. Og þeir hugsuðu ekki þessar hugsanir sem ég var að hugsa í þeirra kringumstæðum. Þeir hugsuðu bara að lofa Guð. Og trúin, hún sigurinn og það þess vegna sem að ég trúi því að Guð vill að við höldum fast í orð lífsins. Og ég las einu sinni setningu, það eru margir að þegar við förum í gegnum þrengingar, þá annarkvort brýtur hún okkur eða herðir okkur. Ef þú gefur eftir, þá brýtur þrengingin þig. Ef að þú gerir það sem Páll og Sílas gerðu, þá herðir þrengingin þig. Þú kemur út harðari, fastari fyrir og sem sagt sterkari. En núna á þessum dögum, ég ætla að lesa hérna eina ritningu úr Tímóteus, og við erum alveg enda, ég ætla að lesa hérna eina ritningu úr fyrra Tímóteusarbréfi, þar sem Páll að tala við Tímóteus og hann segir í fyrsta kafla, fyrra Tímóteusarbréf, fyrsti kafli, 18. vers, þetta það sem ég minni þig á barnið mitt Tímóteus, með þau spádómsorð í huga sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæmt þeim skalt þú berjast hinni góðu baráttu, í trú með góðri samvisku. Sko, það eru margir sem fá spádómsorð og verða ægilega glaðir, en sko, það endar ekki þar. Nú þarf það að fara að berjast í trú fyrir því að spádómsorðin fái uppfyllingu í þínu lífi. Í trú með góðri samvisku, svo segir hann, henni, þar að segja samviskunni, hafa sumir varpað frá sér og liðið skipbrot á trú sinni. Og það eru margir að líða skipbrot á trú sinni í dag. Það svo sorglegt að sjá fólk sem einu sinni trúði, einu sinni var á fullu að þjóna drottni, að það hefur liðið skipbrot á trú sinni. Trúin þeirra hélt ekki þegar að þrengingin kom. Þrengingin braut niður trú þeirra. Og þetta að gerast allt í kringum okkur í dag. Og það þess vegna sem hann segir að horfum á Jesú, höldum fast. Ef að við höldum fast, þá mun þetta orð halda okkur. Munið eftir sögun loftskipið sem ég sagði ykkur með drengin sem að þeirra loftskipið miðja síðustu öld. Það voru margir sem héldu í loftskipið og svo kom vindhviða og það fór upp og margir dóu, þeir fóru of hátt upp og það voru 30 mann sem dóu í mann rétt, en loftskipið var hérna 2 tíma í loftinu, svo kemur það niður og það einn lítill 13 ára drengur sem þar þá og þeir segja við hann, hvernig í ósköpunum gastu haldið í reipið allan þennan tíma? Hann sagði, ég hélt ekki reipið hélt mér, þegar ég sjá hvað verða vildi, þá vafði ég því undir hérna fætur mína og gerði hnút á. Reipið hélt mér. Og það einmitt þetta, systkini, ef að við höldum fast í orðu og byrjum að þekkja orðið, að þá mun orðið halda okkur uppi þegar að þrengingin kemur.
þegar andi lyginnar kemur. Og það segir í Sálmi 119, 150, orð Guðs lætur mig lífi halda. Það er orð Guðs, það er orð Guðs. Við ætlum að halda fast í orð lífsins, við ætlum að horfa á Jesú og hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Versið á eftir segir skjóti hann sér undan. Sjá til, það eru margir sem vilja skjóta sér undan í dag. En ef við skjótum okkur undan, að þá hefur sála Guðs ekki velþóknun á okkur. Og spurningin er ekki, ef við höfum liðið skipbrot, ef okkur finnst við hafa gefist upp, að þá er ekki spurningin að ég sé alltaf á þeim stað. Nei, ég rís á fætur og af því að ég elska Jesú, að þá er ég í honum. Þetta er ekki spurningin að vera á sama stað og Páll og Sílas. Þetta er spurningin að elska Jesú. Það segir til kirkjunar í Fíladelfíu, ég veit að þú er lítinn mátt, en þú er varðveitt orðið mitt. Þú er varðveitt orðið mitt. Og það er spurningin það. Og þegar ég var að hugleiða allt þetta sem ég er búin að segja við ykkur, þá sá ég að Guð, ég skrifaði hérna, Guð biður mig ekki eitthvað sem hann hefur ekki gert sjálfur sem maður. Guð, hann fór í gegnum allt sjálfur sem maður. Hann elskar þig og hann elskar mig. Og við verðum að hafa þetta hugarfar Jósúa, þó svo að allir bregðist í kringum okkur, höldum þá áfram að ganga með Jesú. Og það hefur ekkert með þessa kirkju að gera eða hina kirkjuna, þetta hefur með hjarta þitt og hjarta Guðs að gera. Vegna þess að það er ekkert ömulegra heldur en að koma inn í kirkju þar sem enginn elskar Jesú. Ég vil vera í kirkju þar sem allir elska Jesú. Ég vil vera í kirkju þar sem Jesús er boðinn inn, hann er ekki fyrir utan. Ég vil vera í kirkju þar sem að Jesús hefur velþóknun á sínum börnum af því að þau elska hann. Amen. Hann er beinum sjónum okkar til Jesú og sama hvað á gengur systkini, sama hvað margir ganga af trúnni, sama hvað menn segja okkur, það eru margir sem hafa unun að því að tala okkur, sama hvað þeir segja, þeir gerðu þetta allt við hann. Meira segja kirkjufeðurnir, þeir hrækt á hann. Hugsið ykkur, þeir hrækt á hann. Þeir sem áttu að elska hann, virða hann. Þeir sem áttu að segja öllum hinum, hér er vegurinn, farið hann. Þeir hrækt á hann, þeir þekkt hann ekki. Og það er eins í dag að fólk er að taka alls konar hluti fram yfir trúna. Það segir að trúin hafi brugðist. Nei, þú upplifðir skipbrot. Það varst þú sem strandaðir þínu skipi. Guð er ennþá að kalla Adam, hvar ertu? Hafirðu beðið skipbrot á trúðinni, að þá elskar Guð þig ennþá og hann er ennþá að hann býður þess að geta miskunnað þér, hann býður þess að þú lítir upp og að þú sjáir Jesúm Krist. Alveg eins og Úkraínu mennirnir núna á landamærunum, þegar þeir sáu krossinn, þá vissu þeir að krossinn, hann var tákn öryggi. Og það hópuðust allir að, bróðir okkar, til þess að fá að snerta krossinn. Krossinn er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Amen. Ég segi bara, Faðir, ég þakka þér fyrir orðið þitt og ritningarnar og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn og Guð minna. Sama hvað aðrir gera, þá getum við sagt með Jósúa, ég og mitt hús, við ætlum að fylgja Drottni. Drottinn, þú ert skapari himins og jarðar. Drottinn, þú hefur eilíft líf og þér vil ég þjóna og mun ég þjóna og þig vil ég lofa alla eilíft. Faðir, ég bara gef þínu nafni dýrðina og ég segi, Drottinn, þú ert Guð okkar lands og þú ert lands vors Guð. Og saman þá lofum við þitt heilaga, undursamlega, góða nafn.
Amen. Drottinn bless ykkur og Snorri, vilt þú enda? Takk að þið fyrir mig. Þið með Biblíu hjá okkur? Flett upp á Davíðsson 51. Þetta svo dásanlegt. Þið hafið sálmið hérna uppi. Mér langar til þess að við endum samverustundina með þessu áður fyrir mun. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Þetta svo frábær bæn og við vitum að hún var borin fram fyrir Guð 1000 árum fyrir Jesú Krist. Það þýðir hún 3000 ára gömul. Og ég gleymi ekki þeirri stundu þegar við vorum að enda samkomi í Betlevísinu. Það var ungu maður, einn af hljómsveitargæjunum í Eyjum. Það fyrsta sem ég kynntist honum, hann var svo hneykslaður að við skildum að hafa keypt samkomuhúsið. Og hann bara átti ekki orð yfir þetta. Hann var að æfa, hljómsveitin var þar að æfa og við fórum til að skoða húsið. Eru þið búin að kaupa það? Segir hann alveg, svo komur hann samkomu. Sá þennan texta, skapaði mér hreint hjarta og Guð, hann hætti að sjá. Hann fór að gráta, hann sá það að það var Jesús Kristur sem var lausnan. Mér langar til að við endum með þessu söng. Þið sem eru í söngnum komið með og spilum þetta skapaði mér hreint hjarta og Guð. Og veit mér að nýju stöðugan anda. Amen. Þið megið standa upp, því að við ætlum bara að enda þetta með svona. Amen. Takk okkur fyrir í samverustundina. Nei, það er bara kaffi fyrir þá sem að vilja uppi.